Þetta er verkefni 19 í Excel, þetta er síða 4, banki. Ég er búin að raða fyrst eftir nöfnum og síðan eftir upphæð. Ég er búin að setja gjaldmiðilsútlit á B-dálk, ESK, það má líka vera KR. Ég er búin að setja talnaútlit á C-dálk þar sem ég blandaði saman tölum og texta. Þannig að fyrir aftan 22 og alla tölur stendur ára. Og ég er búin að gera conditional formatting, það er að segja annað útlit á þá sem eiga inneign yfir 500.000 og annað útlit á þá sem eru yngri en 20 ára. Til að sýna ykkur formúlurnar, ég er búin að setja formúlu hér þar sem ég legg saman alla tölurnar og það er bara summan af tölunum í B3 til B20. Hérna er count if fallið. Hvað eru margir sem eiga yfir 400.000 krónur, þá er það hér. Ég fer í count if, finn B3 til B20, þið þurfum ekki að skrifa gæsalappirnar. Síðan fer ég hér og ætla að leggja saman upphæðir allra sem eiga minna en 500.000 og það er hér. Dreg ég yfir hérna B3 til B20 og minna en merkið snýr í þessa átt og ég þarf ekki að skrifa þúsundapunktan á milli og ekki gæsalappirnar og síðan dreg ég aftur yfir B3 til B20. Síðan ætla ég að leggja saman inneign allra sem eru 25 ára og eldri og það er hér. Dreg yfir C3 til C20 og hærra en eða jafnt og 25. Sleppa að skrifa gæsalappirnar og svo dreg ég yfir B3 til B20. Síðan ætla ég að finna hér samanlagða inneign allra sem heita Daði. Það er hér. Dreg yfir A3 til A20 þar sem nöfnin voru og ég skrifa Daði og set stjörnu á eftir. En ég sleppi því að skrifa gæsalappirnar, þær koma sjálfkrafa og síðan dreg ég yfir B3 til B20. Hér ætla ég að finna meðalinneign allra sem heita Daði og það er average if fallið. Dreg ég aftur yfir A3 til A20 þar sem nöfnin eru, skrifa Daði og stjörnu og svo dreg ég yfir B3 til B20. Og ég ætla að vista.